Nokkur orð slag á Íslandi. Þetta eins og hefur verið talað hér í dag. Þetta algengt vandamál því miður. Síðasta rannsókn sem var birt, það sem var farið yfir faraldsfræði slags á Íslandi, sýndi að það bil 330 einstaklingar fá blóðþurrðarslag á hverju ári. Og miðað við það að fólki hafa aðeins fjölgað á Íslandi og túristunum hefur heldur betur fjölgað, að þá göngum við nokkurn veginn út frá því að það séu það bil 350 til 360 einstaklingar sem fá slag á hverju ári á Íslandi. Nú, það mikilvægt að átta sig á því að þessi meðferð sem ég að tala hún á ekki við í öllum tilfellum. Segabrotnámið á bara við þegar það blóðtappi í stórri slagæð, og þessi mynd á að sýna af öllum þeim sem eru með blóðþurrðarslag, þá lítill hluti sem á að fá segaleysandi meðferð, eða það viðeigandi meðferð, og svo líka hluti sem á að fá segabrotnám. Og burðirnir þurfa að vera til þess að velja þarna hratt og vel og örugglega, þannig að fólk fái bestu mögulegu meðferð. Bakgrunnurinn á Landspítalanum, eins og ég segi, við höfum verið með þessa meðferð bak við eyrað og svona hort til þessa undanfarin ár, en það fyrst 2015 sem að svona vísindalegu gögnin verða til. Fljótlega eftir það var farið í allsherjar endurskoðun á allri meðferð við blóðþurrðarslagi, ekki bara innæða meðferðinni, heldur líka segaleysandi meðferð og allri umgjörðinni. Og sú vinna var alveg gríðarlega mikilvæg að koma þessu á koppinn, og þeir sem leiddu þá vinnu eiga mikið hrós skilið, og Björn Logi Þórarinsson sérstaklega, taugalæknir sem dreif það áfram og gerði það að verkum að það blasti eiginlega við að við þurftum að taka upp þessa meðferð, og framkvæmdastjórn Landspítalans ákveður að hefja þessa meðferð, tekur það ákvörðun raun og veru í lok árs 2017, og síðan febrúar 2018 höfum við verið að veita þessa meðferð á Landspítalanum.